Ég heiti Viðar og ég kenni stærðfræði við Flensborg. Í dag sýni ég þér reiknireglur sem að tölfræðingar nota mikið og kallast umræðanir og samantektir. Við getum staðið frammi fyrir því verkefni að raða 3 mönnum úr 5 manna hópi í hlutverk í nefnd. Þessi reikniregla er kölluð umræðanir, enska orðið er permutation. Og þetta er reiknað með því að stimpla 5 og svo íta á NPR takkan á reiknivélinni og íta svo á 3 og þá fáum svarið 10. Í raun er reiknivélin að reikna 5 hrópmert deilt með sviganum 5 mínus 3 hrópmert og hrópmerkingin hún þýðir að 5 og allar tölur þar fyrir neðan eru margfaldaðar saman 5 sinnum 4 sinnum 3 sinnum 2 sinnum 1 og útkoman úr því er 120. Þessa reiknireglu má tákna með P af 5,3 út af permutation. Þú getur líka fundið út hvenær þú átt að nota þessa reiknireglu ef þú getur notað íslenskað orðið raða það sem á að gera í dæminu. Nú, það eru ótal möguleikar að fá spil á hendi og hér eigum við að reikna möguleika á að fá 5 spil á hendi úr 52 spila stokki. Reiknireglan sem við notum er kölluð samantektir. Í enskunni er það combination og hún er reiknuð með því að stimpla inn, það eru 52 spil í stokknum, svo ítu á NCR takkan og 5 spil sem við vildum velja og við fáum út tæplega 2,6 milljónir möguleika. Í raun er reiknivélin að reikna 52 hrópmert deilt með sviganum 52 mínus 5 hrópmert og þar að auki deilt með 5 hrópmert. Þessi aukalega deiling með 5 hrópmert er til að segja að röð spilanna skiptir ekki máli af því að spilin á hendi eru þau sömu í hvaða röð sem þau komu til þín. Reikniregluna má líka kalla C af 5,3 manstu combination og þú veist að þú átt að nota hana ef þú getur notað íslenska orðið að velja það sem gera á í dæminu. Við skulum athuga dæmi 1. Þar eigum við að kjósa milli 9 manna hver á að vera formaður, gjaldkeri, ritari og meðstjórnandi. Jæja, við erum að raða 4 mönnum í sæti af þessum 9 manna hópi. Hvernig reiknum við það? Þá segjum við, þetta eru umræðanir, 9 NPR 4 og reiknivélin gefur okkur 3024. Í öðru dæmi eigum við að senda 3 manna nefnd úr 25 nemenda hópi og við segjum ekkert hvað hver á að gera, þannig að það er alveg sama hvernig velst í þetta. Heyrðurðu, ég notaði orðið að velja. Við ætlum að velja 3 af 25 og það þýðir að við notum samantektarformúluna og segjum 25, ítum á takkan NCR 3 og útkoman er 2300 möguleikar. Í þriðja dæminu ætlum við að skoða hvað hægt er að taka 3 lög og 20 laga hópi til að raða á efstu sæti í vinsældalista. Aftur, heyrður ég notaði orðið að raða. Það þýðir að við ætlum að nota formúluna umræðanir. Við erum að raða 3 af 20 og það þýðir að við notum umræðanir 20 NPR 3 og útkoman verður 6840. Þá skulum við kíkja á 4. dæmið. Við eigum að svara 8 spurningum af 10. Ok, hvað getum við valið þær saman á marga vegu? Við erum að velja.
svo að því það skiptir engu máli í hvaða röð við svörum svo spurningunum. Við erum að velja 8 af 10 og það þýðir að við notum hérna samantektirnar og segjum 10, ítum á takkan NCR í reiknivélinni og 8 og reiknivélin gefur okkur 45 möguleika. Í 5. dæminu erum við að skoða bílnúmer sem eru búin til úr 3 bókstöfum af 26 bókstöfum í stafrófinu og 2 tölustöfum af 10 sem við höfum í talnakerfinu okkar. Við þurfum að raða þessum stöfum saman, svo við höfum að raða 3 bókstöfum af 26 og við ætlum líka að raða 2 tölustöfum af 10. Þetta og er hérna ábending til okkar að við eigum að margfalda saman möguleikana og við megum stimpla inn í reiknivélina 26 NPR 3 og sinnum 10 NPR 2 og þetta gefur okkur 1.404.000. Nú kanntu nóg til að reikna æfingadæmin í skjalinu til hliðar og helmingurinn af þeim kemur lítið breyttur á næsta örprófi. Gangið þér vel.